Kallið mig bara Ísmar. Þetta saga mín. Ég hef loks fallist á að leysa frá skjóðunni eftir öll þessi ár. Í þeirri von að það megi verða öðrum til viðvörunar. Skulum hverfa aftur til ársins 1992. Ég var ungur í þá daga og óreyndur. Hafið hafði alltaf heillað mig. Þessi ógnarkraftur, þetta ómælis djúp. Ég hafði ráðið mig á togarann MS Rugludall. Þú nýi maðurinn? Já. Og þú ætlar að fara að veiða fisk? Já. Hvað svona fréttir? Veistu hvernig sjávarútvegurinn stattur? Nei. Í fyrsta lagi, það þrúgt loft og þungur sjór og þokudrungað vor. Í annan stað, við erum búin að þurrausa fiskimiðið svo gjörsamlega að við getum ekki einu sinni leitt upp í kvótann. Og í þriðja lagi? Ég veit það, Jóhanna. Við erum svoleiðis á hvínandi kúpunni. Við erum blóðug upp að öxlum við niðurskurð. Það skilur engin lengur hvers vegna Rugludall eru gerður út. Hvað þetta? Þetta skuldabréf. Þetta erlendar skuldir sem við dragnast með á bakinu á því elskavenninu. Hvað þetta ekki elding? Jú. Já, það blíðskapar veður úti. Ég veit það. Þetta gerist alltaf þegar við minnumst á erlendar skuldir. Já, en ég skil ekki hvers vegna þið þá að róa. Í fyrsta lagi, það skilur það enginn. Í annan stað, það gjörsamlega út í höfn. Og í þriðja lagi? Ég veit það, Jóhanna. Davíð skipstjóri. Hann virðist alltaf vera leitað einhverju, en enginn veit hvað það er. Hvert við erum að fara? Ég hef ekki hugmynd. Ég líst ekkert á þetta. Brimar! Já. Brimar, ætlar að koma með meira kaffi? Gjör það svo vel. Hvað svo að bjóða upp á í þessum túr? Það var nú gaman að skyldi spyrja, Jón. Í dag, laugardag, ætla ég að bjóða okkur upp á marflóðsúpu og reykt sæbjúgu. Á morgun verður hins vegar grútagrautur, en svo ætla ég að bjóða okkur upp á súrmjólk með hamsatólk út í reglulegt lostæti. Nú síðan get ég einnig boðið ykkur upp á grásleppa fyllta með massífani. Það algjört lostæti. Þetta klikkar aldrei. Ég byrja nefnilega alltaf hvern túr á því að fara yfir matseðilinn og eftir það hefur engin list á mat. Enda eins gott vegna þess að það búið að skera svo mikið niður að það engin kostur borð. Ekki bauna. Hanna nú, kallinn komin af stað. Jón minn, þú ættir nú kannski að skreppa með kaffi til hans Davíðs. Hann er alveg óður. Jæja, Hannes minn, þá erum við lagðir í hann einu sinni enn. Í þetta sinn skal hann ekki sleppa. Einmitt. Og þú veist hvað við gerum þegar við náum honum, Hannes. Já, ræðan. Ég kom með kaffi handa þér, kapteinn. Það var nú komin tími til. Það kurri í mannskapnum, kapteinn. Nú, menn vilja þá vita hvert þeir eru að fara. þeim kemur það anskotan ekkert við. Það ég sem ræð hér. Í fyrsta lagi, þá árinni meinilla við að sigla alltaf út í óvissuna. Í annan stað, þá þetta í 14. eða 15. sinn sem við börum að leita að einhverju sem enginn veit hvað nema þú. Og Í þriðja lagi? ég veit það, Hannes. Af hverju halda þér ég get ekki talið upp á trefn? Svingna. Hvað eigum við að gera í þessu með hann Jón, Hannes? Einkaræðumann. Ég kann bara ágætla við því, Hannes. Takk. Það bara eitt í þínu fari sem ég kann ekki við. Það einmitt þetta. Harðu, Hannes. Reynið nú að kynda almennilega þarna niðri. Haltu kjafti, kafteinn. Þú heyrðir hvað kafteinn ég sagði. Fulla ferð áfram. Hafðu þig líka hægan, Friðrik.
Þegar ég var vélstjóri á þessu skipi, þá gekk allt eins og í sögu. Nú þetta orðið hið mesta skrapatól og kemst ekki eins og hálfa ferð. Ég gef upp á bátinn að græða, en ger út á bullandi tap. Í botnlausa sjóðina sæki ég enn og sífra gjaldþrot og hrap. Þó ekkert úr djúpinu daglangt, ég drægi samt kátur ég hlæ. Leggst ég að bryggju ég brosi í kamp og í bankana óðar ég ræ. Þar í vörpu og net, þangað víxla ég get, þó ég veið ekki uggan ég sport. Í sjóðanna sjó, af seðlunum nóg, þá sungið við störfin vor. Hei. Steingrímur. Hvað ertu sofið? Nei, ég get ekki sofið. Ég hef svo miklar áhyggjur af þessu, vil að segja það. Áhyggjur? Finnst þér þetta ekki undan að sjá það? Já. Reyndar. Það er sko engin stjórn á þessu skipi. Hann Davíð, hann er engin maður til að standa í þessu. Á ég að segja leyndarmál? Já. Ég var einu sinni skipstjóri á þessu skipi. Var það? Já, ég get svo svarið. Og þá var öldin svo önnur. Þá var allurinn í fínu formi. Það var stöðug framsókn hjá okkur. Og þá var svona smók fiskir í. Ég get sagt þér það. Ég var svo fiskinn að ég þurfti varla að hreyfa skipið úr höfninni. Það var allt orðið fullt af fiski. Og einsinni, þá vorum við út á garðskaganum, þá fyllti ég svolítið skipið á innan við 10 mínútum. Það var næstum því sokkið. Ég fekk þetta allt á flugu. Á flugu? Já, Black Zulu. Það var svolítið rjúkandi fiskirið. Að það tók ég ekki svona að setja út trollið. Nei, þú lýgur þessu. Já, þetta nú kannski aðeins orðum aukið. En ég get sagt að sögu þegar ég var í Laxá í Dölum. Hefur áhuga að heyra hana? Nei, trúlega ekki. EES, MS Rugludatur kallar. Yfir. EES, MS Rugludatur kallar. Yfir. Við erum hér í vonsku veðri. Verðum að fara að ná samningum. Bara einhverjum samningum. Yfir. Ekki í fyrsta lagi. Í annar stað. Og. Í þriðja lagi. Yfir. Gripinn. Strákar, lengur ekki annar stað. Yfir. Já, þetta er náttúrulega alveg út í hakku. Já, ég læt pínu ekkert vaða yfir mig. Og það er alltaf sama sagan með ykkur yfirmennina. Þið svoleiðis vaðið alltaf yfirmenn og skítu úr skónum og látið okkur vinna skítörgin. Hætti þessu kjaftavaðli, Ragnar, og segðu hvort þú sérð eitthvað. Já, það er svoleiðis alveg bullandi fiskitorfa hérna framundan. En það er ekkert víst, Jóhanna, að ég sé bladraði í þig. Ég á það bara við mig. Svona stæðar alltaf mig. Þetta er annað, já. Heyrðu þetta, Hannes? Það er torfa framundan, hvað er það að gera? Enga veðana. Kynnið nú almennilega aumingjarnir ykkar. Hannes myndi sig. Haltu kjafti, kafteinn. Já, og svo kynda, Ólafur. Þið eru gjörsamlega búnir að klúðra þessu. Elín var einn handónýtt síðan þú tókst við vélstjóradjobbinu. Þegar ég var í vélstjóradjobbinu, þá var þetta hið fínasta díselvél í toppstandi. Nú erum við búin að skera svo mikið niður að við erum komin marga áratugi aftur í tímann. Það settist hvergi siðmenntuðum skipum að vera að moka kolur. Vélin var nú á síðasta snúningi þegar ég tók við henni af þér, Ólafur. Það er hauga lygi, Friðrik. Samt varstu búin að eyða fleiri milljónum í að auglýsa það. Þessu skítlegu eðli að vera að rifja þessa hluti upp núna. Svona, kynda, Ólafur!
Hvað að sjá þetta? Nú, hvað sýnist þér? Það gat á trollinu sem ég hef alltaf þekkt. Þetta gat úr þinni skipstjóratíð, Steingrímur. Það ekki með að furða veiðist ekki bein úr sjó. Það ekki rétt hjá þér, Davíð. Það var að vísu gat með að ég var skipstjóri, en það verður ekki nærri svona stórt. Ég lét reikna það út. Allir upp á þig! Ekki þetta þess! Hvað þarf að gera við trollið? Já, hana. Davíð! Já! Ég fann einn þorsk í netinu, hvað ég gera með hann? Einkavæðan! Þegið þú. Gerðu að honum og láta kokkinn hafa hann. Þá fáum við kannski ætan bita hér borð. Já, skjörðu mig bara. Ég fórna mér með glöðu geði fyrir málstæðin. Davíð! Forsetinn hefur bundið samtökum gegn Davíð skipstjóra. Við erum farnir burt af Íslandsmiðum eða verður ekki hlustað á okkar sjónarmið. Við viljum semja nýjar kvótareglur. Ég sem ekki við neitt. Þið getið alveg mokað smáfiski og eyðilagt fiskimiðin á nokkrum vikum. Gjörið þið svo vel. Ég kannast nú eitthvað við svona tal. Leitið í trollinu. Jóla, niður! Hei, halló! Davíð! Halló! Já, var það ekki? Jakob Jakobsson. Það þú sem hefur verið að espa Þorstofnun upp gegn mér. Nei, ég verð bara fundið hjá Hafsbotnsnefnd. Nú ég lagði spilin á borðið. Þið getið mokað upp smáfiskinu með þið viljið og eyðilagt þannig fiskimiðin á nokkrum vikum. Gjörið svo vel. Kasti honum fyrir borð. Ég beginu ég, þá get ég haldið áfram með framsögverindi. Lagd óstakar. Sigurður, ég skar mig! Hvað viltu að ég gera í því, Jóhanna mín? Þú séðu sjúkrakassa átt ekki umbúðir! Skulum sjá. Já, ég má ekki missa sárabindi. Ég sáravetni eld og dýpt. Dugar ekki hálfmagnin. Magnil, ertu vitlaus fyrir að blæða út? Því miður, Jóhann mín, við verðum bara að sýna aðhald. Ég átti ekki plástur! Plástur? Hvað kostar, Jóhanna? Já, ég fjöti mig. Bara pínu lítið plástur fyrir henni litlu. Því miður, Jóhanna, en ég skal veita þér ókeypis hjálp í viðlögum. Hvernig þá? Ég skal bara kissa á milli. Já, þetta er miklu betra. Þakka þér fyrir. Hvaða ógnar halli er þetta, Frikki? Þetta getur nú vant að tala í stöðilegt. Þetta er miklu meiri halli en þegar ég var mjálstjóri. Þú skildir nú eftir því svo rosalegan halla að þetta nú bara eftirköst eftir hann. Það er haugan líf niður þetta. Svona svo vært. Viltu athuga fyrir mig hvort það eru einhverja sjóveikipillur í sjúkraræktarsölum? Já, það skulle ég gera. Nú sjá. Nei, ég get bara ekki með nokkur móti fundið neina sjóveikipillur hér. Nei, ég man það núna, ég strikaði þær út til að reyna að ná niður lyfjakostnaðinum. Æ, ég skil. Á ég kannski að ná í heitt marglíktu sauði handa þér? Svona. Hannes, af hverju getur þú ekki ælt eins og aðrir þegar þú ert sjóveikur? Ég ekki það. Það áttu ekki að vera svona vont viður. Já, það er rétt, fyrirgefið, þetta er vitlaust. Þessi lægð hérna, hún á ekkert að vera svona, svo vel. Mikið var þessir veðurfræðingar. Ja, enga þá. Jaki! Jaki á stjórnborða! Jaki? Hvað er Jaki? Ó, það er bendur Jaki. Hvaða ferðalag á ykkur? Við erum búin að vera á reki fyrir margar við. Já, var ekki meiningin að þið ættu að hafa samflot í samningunum? Við höfum kynnt honum Ögmundi, hann flaut eitthvað í burtu. Þetta er alveg voðalegt ástand. Sko, við værum löngu dauður og hungri ef við hefðum ekki haft þetta kaffihlaðból með okkur. Davíð, þú verður að grípa inn í samningar annars semst aldrei. Já, nei, ég sem ekki við neitt. Þið verður bara að leysa ykkar mál sjálfir. Fulla ferð áfram! Í fyrsta lagi. Í öðru lagi. Og? Þriðja lagi. Ég veit það! Æ, til hvers er þetta eiginlega?
Hér Óskalag. Það spilað fyrir Jón Baldur Lofskeytamann og MS Ruglutalli. Hér áður og fyrr meirið fórum á sjó og fengum þá góðan afla og arðinum komum við lúknir í ló en lokið nú þeim kafla. Æ, ó, að bera haustum, æ, ó, lítið af laustum. Þó það fullvíst að fjöregg vors land falið í okkar nafla. Fali framundan! Stopp! Við hífum í kvelli! Ég sé hann! Móðir Hálsar, ég hef heyrt það utan af mér að áhófni sjó óanum með það að veit ekki hvert hann að fara. En það góð og gild ástæð fyrir því. Ef ég hefði sagt ykkur það, þá hefði enginn ykkar þorað þennan túr með mér. En nú þegar við erum komin á áfangastað, þá get ég sagt ykkur það. Hvað segið þið? Við sagðum bara... Ég skil. Vitið þið hvar við erum? Nei, hvernig eigum við að vita það? Við erum á Halamiðum. Halamiðum? Mér finnst það nú ekkert merkilegt. Ekki nóg með það, Steingrímur, við erum á Skuldahalamiðum. Hvað segið þið? Við sagðum bara... Ég skil. Það einmitt á þessum slóðum sem að Skuldahalinn heldur sig. Nú lag að ná honum í eitt skipti fyrir öll. Vitið hvað þetta er? Nei, hvað peningur er þetta? Þetta dagpenningur. Hver sá sem verður til þess að Skuldahalinn næst, dauður eða lifandi, skal fá þennan penning. Á ég að hífa? Nei, það engin tími til þess. Við skerum á tollið. Nú náum við Skuldahalinum og einkavæðum. Einmitt. Skuldahalinn? Það út okkur. Heldur það? Já, grætti að segja það. Kindiðina sá dallurinn þolir aumingjarnir ykkar. Haltu kjafti, kaftin! Þetta kalla ég nú skítlegt eðli. Heyrðu hvað kallinn sagði? Kinda Ólafur! Ég efast að koppurinn þoli mikið meira heldur kolinn að verða búinn. Ég sagði að það væri tóm della að skera svona mikið niður eldsneytiskostnaðinn. Það var nú ekki mikið eldsneyti þegar ég tók við vélstjórastöðuna, Björn Ólafur. Það bauga lygi, Frikki. Hann hérna einhvers staðar. Ég finn það á Björn. Að halda við getum ráðið niðurlögum Skuldahala. Já, það eins víst og ég sit hér að hann kemur eftir og eftir. Hvernig fór? Hann slapp í þetta sinn. Við skulum halda heim, Friðrik minn. Heim? Já. Við erum eldsneytislausir. Skrúan brotnar af. Jón, send út neyðarkall. Það nú hægara sagt í gert. Í fyrsta lagi var allur fjarskiptabúnaður mölbrotinn. Í öðru lagi þá var enginn að hlusta. Í þriðja lagi? Ég veit það, Jóhanna. Í þriðja lagi þá var öllum fjandað sama. Hvað gerum við nú, Hannes? Mér datt það í hug. Skuldahalinn var horfinn í hafið. En orð Steingríms klingdu í eyrum mér. Skuldahalinn kemur alltaf aftur. Og menn segja að hann stækki stöðugt niður í djúpinu. Rugludallur vaggaði vélarvan á haffletinum. Aðeins ég, Ísmar, komst frá borði. Því eins og sannur Íslendingur tók ég eina gúmbátinn borð
og forðaði mér áður en allt færi til fjandans.